Velkomin! Jæja, hefur það nokkurn tíman hvarflað að manni að viðhorfið okkar til þess að eldast að það gæti í raun og veru verið lykillinn að lengra og heilbrigðara lífi. Í dag ætlum við að kafa ofan í það hvernig hugsanir okkar geta gjörbreytt þessu ferli. Þessi umfjöllun byggir á grein úr enska tímaritinu Akant Shoti, nánar tiltekið mars-apríl útgáfa ársins 2022. Upprunalegur höfundur greinarinnar Param Puja Pandit Sriram Sharma Acharyaji, stofnandi Gayatri Parivar. Stóra spurningin sem við stöndum öll frammi fyrir á einhverjum tímapunkti þessi. Ellin óhjákvæmlega einhver byrði, tími hnignunar og eftirsjár? Eða gæti hún í rauninni verið mesta gjöf lífsins? Tími fyrir visku og dýpri skilning? Við skulum reyna að komast að því, því svarið gæti svo sannarlega komið á óvart. Ok, til að öðlast skilning þá þurfum við fyrst að horfast í augu við þá mynd sem oft dregin upp af því að eldast. Skoðum aðeins hvernig aldurinn oft rangtúlkaður og hver svo raunveruleikinn á bakvið það allt sama. Já, það nefnilega þannig að allt of oft ellin máluð með þegar dökkum litum í samfélaginu okkar. Hún tengt við vonleysi, andlega kvöl og sorg. Það svo merkilegt að hugsa til þess að einu sinni voru efri árin tími mikillar virðingar og visku. Það svolítið eins og við höfum tímt þeirri sín og einblunum núna bara á hnignunina. En býðu nú við. Hvað ef raunverulega orsökin liggur alls ekki í órunum sjálfum heldur á stað sem við höfum í raun fulla stjórn á? Svarið, það liggur nefnilega í rótinni, í sjálfum hugsunarhætti okkar. Og hér kjarninin í þessu öllu. Það ekki tíminn sem eldur okkur á neikvæðan hátt. Það skaðlegur hugsunarháttur sem hinn sanna raunverulega orsök, sorgmæðra og erfiðrar elli. Þetta eiginlega byltingarkennd hugmynd, það ekki? Hún þýðir að við höfum miklu meiri stjórn en við höldum. Við getum hugsað þetta eins og tvær gjörólíkar leiðir. Önnur leiðin, svo sem flýti fyrir öldrun, hún mörkuð af andúðavinnu, tilhneigingu til einveru og sorg. Hinn leiðin, sem lykillinn að æskuljóma, aftur á móti fyllt af gleðilegri þóttöku, ríkum mannlegum samskiptum og almennri glaðverð. Þetta sýnir okkur svo skýrt að valið í raun okkar. Og þetta ekki bara einhver hugmyndafræði sko. Vísindi styðja þetta. Dr. H.V. Haggard skrifaði í bók sinni: Andúð á vinnu rót ellinnar. Að draga sig í hlið frá þáttöku og tilgangi, það hefur bein og neikvæð áhrif á bæði líkama og sál. Og þetta svo staðfest enn frekar með rannsókn Dr. Raymond Pearl. Hann kannaði 5.000 mann sem að allir voru komnir yfir nýrætt og fann þennan rauða þráð sem tengdi þá alla saman, friðsæll lífsstíl, bjartsýni og glaðvarð. Þetta ekki bara einhverja tilviljanir, þetta virk innihaldsefni í langlífi og vellíðan. Jæja, ef hugsunarhátturinn vandamálið, þá lítur hann líka vera lausnin. Og það færir okkur beint að hagnýtri leið fram á við, leiðinni að því sem við getum kallað ævarandi æsku. Hér viska Andrews Allen, sett fram í 6 einföldum en ótrúlega áhrifameklum skrefum. Hið fyrsta, lifðu í núinu, því fortíðin jú leiðin. Annað, lærðu af mistökunum en ekki festast í þeim. Þriðja, og þetta mikilvægt, litt á hrukkurnar sem merki þroska og berðu þær með stolti. Fjórða, einbeittu þeirra einu markmiði í einu til að forðast óþarfa streitu. Fimmta, halda áfram að vera forvitina og halda áfram að læra, alltaf. Og síðast en ekki síst, þekktu þitt eigið verðlæti því heimurinn þarfnast reynslu þinnar. Þessar hugmyndir hvað raunverulega dýrmætt í lífinu alls ekki nýjar að nálinni. Til forn dæmisaga Mídas konung sem kristallar þetta þema fullkomlega og færir okkur svo djúpan og mikilvægan lærdóm. Sagan Mídas konung sem haldin gríðarlegri græði. Hann átti gífurlega mikið gull en vildi samt alltaf meira. Dag einn fekk hann þá uppfyllingu einnar óskar og hann hikaði ekki eitt augablík. Ég óska þess, sagði hann, að allt sem ég snerti verði að gulli. Og viti menn, óskin rættist. En þegar hann settist niður til að borða morgumat, þá breyttist maturinn og vatnið í kalt, hart gull leið hann snerti það. Hann gat ekki nærst, ekki svala þorstanum. Og þessi mikla gleði var fljót að breytast í algera örvæntingu. Þá hljóp dóttir hans sem hann elskaði meira nokkuð annað til hans. Í örvæntingu sinni faðmaði hann hana fast til að hugga hana og á augabragði þá breyttist hún í líflausa gullstyttu. Allur heimur hans hrundi til grunna. Konungurinn grét og sá eftir öllu. Hann grátbað að losna við þessa hræðilegu gjöf og fá dóttur sína aftur.
Hann hafði lært sína leksju. Raunverulegur auður lífsins felst ekki í efnislegum hlutum, heldur í ástinni, í tengslunum og í lífinu sjálfu. Og þegar hann óksins skildi þetta, var álögunum aflétt. Þessi saga Míðasar kennir okkur svo mikið að meta það sem raunverulega skiptir máli. Það leiðir okkur beint að lokahugsun okkar í dag, að skilja og faðma hina sönnu visku og þann auð sem árin færa okkur. Þetta er svo ótrúlega mikilvægt atriði. Árin sem líða er ekki tap, þau eru ávinningur. Hvert einasta ár gefur okkur nefnilega auð reynslunar, sjónarhorn sem yngri kynslóðir búa einfallega ekki yfir og heimurinn þarfnast þessara visku. Hún er algerlega ómetaleg. George Bernard Shaw orðaði þetta svo fallega þegar hann sagði að sannrar annegu náttúrunar væri aðeins hægt að njóta á efli árum lífsins. Með reynslunni kemur nefnilega dýpri skilningur og þakklæti fyrir þessa einföldu og sönnu gleði sem lífið býður upp á. Svo við skulum enda á þessari spurningu sem er í raun ætluð okkur öllum. Þegar við lítum á lífið sem safn reynslu, visku og lærdóms, þá verður spurningin ekki lengur hversu gömul við erum, heldur þessi. Hvaða arfleifð skilur reynslan okkar eftir sig? Hugleiðum það.